En hjá mér Friðjón R. Friðjónsson. Hann ráðgjafi Þóru. Friðjón, Þóra með 33% atkvæða núna. Hvað klikkaði í þessari kosningabaráttu? Sko, að fá 33% á móti sitjandi forseta til 16 ára ekkert smá mál. Mér telst til að hún muni fá eitthvað í kringum 55 til 60.000 atkvæði og það að tæplega 60.000 Íslendingar vilja fá Þóru Arnórsdóttur, 37 ára gamla móður úr Hafnarfirði sem forseta sinn, ekkert smá mál. En þið ætluðu nú samt sem áður að vinna? Það fara allir í kosningar til þess að vinna. En við vissum það samt sem áður alveg að Ólafur Ragnar líklega einn slingasti stjórnmálamaður sem að Ísland hefur séð í lengri tíma og það væri ekki auðvelt að vinna. En þú sást tölurnar áðan, hvað lestu út úr þeim, ef þú út frá kjördæmunum? Það lítur út, ég myndi segja, að sjá til dæmis tölurnar á Suðurkjördæmi, Suðvesturkjördæmi, að stór hluti kjósenda hafi tekið afstöðu í þessum kosningum og það líka það sem við sjáum úr skoðanakönnunum að sterkasta skýringabreytan á því hvað afstöðu fólk tekur afstaðan til ríkisstjórnarinnar og því miður tókst andstæðingum Þóru að merkja hana og tengja hana við ríkisstjórnina með einhverjum hætti. En af því að þú ert farin að tala um pólitík, heldur þú að forsetakosningarnar héðan í frá að þær verði kannski pólitískari en þær hafa verið? Þetta hefur nú alltaf verið kannski dálítið pólitísku blæra á þeim, en heldur að það sé ekki hægt að snúa aftur tilbaka? Ég held að þær hafa náttúrulega alltaf verið pólitískar með einum öðrum hætti. Hvort sem við erum að tala um þegar að Ásgeir Ásgeirsson var kosinn eða Gunnar Thoroddsen var í framboði á móti Kristjáni Eldjárn. Þær hafa alltaf verið mjög pólitískar og að ákveðnu leyti flokkspólitískar og ég held að það breytist ekki. Fólki sem að taka þátt í svona þjóðmálaumræðinni pólitískt og mun alltaf líta þess að hvaða kosningar sem eru. En Friðjón, þú svaraði mér nú eiginlega ekki almennilega áðan. Hvað var það sem að klikkaði í þessari kosningabaráttu? Þóra var með fljúgandi fylgi í byrjun. Eins og ég sagði. Ólafur bara svona sterkur? Er það bara það? Nei, eins og ég sagði, þá tókst andstæðingum Þóru með einum öðrum hætti að tengja hana við ríkisstjórnina, held ég. Og þannig að þessar kosningar voru í hugum einhverja, eins og við sáum líka í þættinum í gær á RÚV, þar sem að fólk út á landi svaraði, það vildi að hafa forseta sem hefði taumhaldið þessari ríkisstjórn, að þessar kosningar, rétt eins og æsarkosningarna þar áður, voru ákveðir kosningar hvað afstöðu fólk hefur til þessari ríkisstjórn. Friðjón R. Friðjónsson, ráðgjafi Þóru í þessari kosningabaráttu. Takk fyrir.